þú veist, útsendingu? Hún er að tjekka það. Hvað segir? Nei, bara spótið sem var að segja í gær með annan fórseta með gott Komi. Það var svoleiðis. Komið sæl, þá setjum við fund bæjarstjórnar nr. 235. Það miðvikudagurinn 25. júní og hefst hann klukkan 17:30. Þeir sem sitja fundinn Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Ingþór Guðmundsson, Eðvar Atli Bjarnason og Guðrún P. Ólafsdóttir sem jafnframt ritar fundagerð. Áður en ég fer í dagskrá, gengt í dagskrá, þá langar mig að leita afbrigða með tvo dagskráliði sem bætast við útsenda dagskrá, svo framalega sem að bæjarfulltrúar samþykkja það. Það sem sagt Heiðarholt 2, óveruleg breyting á deiliskipulagi sem þá 5. liður. Svo það frístundasvæði Breiðagerðisvík, deiliskipulagsmál sem verður 7. dagskráliður, auk framlagningar og fundagerð 71. fundar skipulagsnefndar til kynningar sem verður mál 9. Þannig að þetta eru 3 mál, afsakið það. Þeir sem samþykkja þetta, gefið mér merki. Það samþykkt samhljóða. Þá vindum okkur í dagskrá. Það eru þá heildarfjöldi mál eru 10 og við byrjum á máli 1 sem almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, erindisbréf. Tekið fyrir 10. mál úr fundagerð 429. funda bæjarráðs þann 19.7. Lagt fram erindisbréf fyrir almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur og afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráðs staðfesti samhljóða erindisbréf almannavarnanefndar Suðurnesja utan Grindavíkur og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn. Vil ykkur kveða sér hljóðs þetta erindisbréf? Svo ekki, þessi samþykja það, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það annað mál á dagskrá. Það kosning forseta og varaforseta bæjarstjórnar til 1 árs. Samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Voga skal kjósa forseta og 2 varaforseta til 1 árs. Tilnefningar í embætti forseta, 1. varaforseta og 2. varaforseta eru eftirfarandi. Forseti bæjarstjórnar Birgir Örn Ólafsson, 1. varaforseti Björn G. Sæbjörnsson og 2. varaforseti Eva Björk Jónsdóttir. Ykkur sem vilja kveða sér hljóðs þennan dagskrálið? Ef ekki, þeir sem samþykkja þessar tilnefningar, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá það kosning í bæjarráð til 1 árs 2025, samkvæmt 27. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Voga skal kjósa bæjarráð árlega til 1 árs, 3 aðalmenn og jafnmargir til vara. Eftirfarandi eru tilnefndir: aðalmenn Björn Sæbjörnsson, formaður, Birgir Örn Ólafsson, varaformaður, Eva Björk Jónsdóttir og Kristinn Björgvinsson. Varamenn Andri Rúnar Sigurðsson, Friðrik Valdimar Árnason, Ingþór Guðmundsson og Eðvar Atli Bjarnason. Og orðið laust. Ef engi kveðs hljóðs þá þeir sem samþykja þessa tilnefningar gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komin í 4. dagskrálið. Það sumarleyfi bæjarstjórnar 2025. Sumarleyfi bæjarstjórnar verður frá 1. júlí til 27. ágúst 2025. Bæjarráð hefur samkvæmt ákvæðum samþykktar sveitarfélagsins og með vísan í sveitarstjórnarlög nr. 138 frá 2011 heimild til fullnaðarafgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur. Næsti fundur bæjarstjórnar verður miðvikudaginn 27. ágúst 2025. Ykkur sem vilja tjá sig þetta? Ef ekki, þá það lagt til samþykktar. Þeir sem samþykja gefið merki og það samþykkt samhljóða. Þá komin í 5. mál. Það Heiðarholt 2, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Tekið fyrir 1. mál úr fundagerð 71. fundar skipulagsnefndar þann 23. júní 2025. Lögð fyrir breyting á deiliskipulagi við Heiðarholt 2. Breytingin felur í sér að skipta einni lóð í 2 en húsagerðir og skilmálar innan beggja lóðana verður svo sama.
og í samræmi við þær byggingar sem gert ráð fyrir á aðliggjandi lóðum. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svo hljóðandi. Það mat skipulagsnefndar að óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að heimila breytinguna og að fyrirliggjandi tillaga verði samþykkt og málsmeðferð verði í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að grenndarkynna erindið. Orðið laust. Og engin þessu hljós, þeir sem samþykja þessa breytingu gefa merki, það samþykkt samhljóða. Þá förum við í 7. mál á dagskrá. Það frístundasvæði Breiðagerðisvík, deiliskipulagsmál, tekið fyrir annað mál úr fundargerð 71. fundar skipulagsnefndar frá 23. júní. Síðastliðin loka afgreiðsla deiliskipulags við Breiðagerðisvík fyrir auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja rökstuðning vegna athugasemda Skipulagsstofnunar efni deiliskipulags og samþykkja tillöguna samkvæmt 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga nr. 122/2010. Skipulagsfulltrúa falið að sjá gildistöku deiliskipulagsins með auglýsingu í B-deild. Orðið laust. Andri, gjör svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Mér langar bara að lýsa ánægju minni að þarna sé að verða 8 ára verkefni alveg loksins að ljúka, að koma deiluskipulagi á Breiðagerðisvíkina sem frístundasvæði. Það má deilum það hvort þetta eigi að vera frístundasvæði eða ekki, en það eru þarna bara íbúðarhús, en það má þá taka á því seinna. Það allan að komið deiluskipulag og nú getur sveitarfélagið loksins haft einhvern ákveðin ramma þarna og stöðvað eitthvað sem í óleyfi, einhverja byggingar eða framkvæmdir, og haft bara lög og reglu á svæðinu. Og það mér til mikilvæg ánægju að þessu verkefni sé loksins lokið, því það, eins og segja, það búið í gangi síðan ég byrjaði í skipulagsnefnd 2018. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Andri. Og við fögnum því líka að það sér fyrir lyktir á þessu varðandi skipulagið. Þá legg ég þetta fram. Já, það orðið laust, hefur fleiri sem vilja tjá sig. Ef ekki, þá ætla ég að leggja þetta fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja þetta, gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundargerðir til kynningar og ég ætla bara að lesa þær snöggast upp hér og svo orðið laust og fólki frjálst að koma hér og tjá sig þær. Það þá 7. mál bæjarráðs sveitarfélagsins Voga nr. 429. Það 8. mál bæjarráðs sveitarfélagsins Voga nr. 428. 9. mál skipulagsnefnd sveitarfélagsins Voga nr. 71 og 10. mál fundargerð umhverfisnefndar sveitarfélagsins Voga nr. 26 og orðið laust allar fundargerðir. Og engin kveður sig hljóðs, og þá eru þær hér með lagðar fram og svo mörg voru þau orð og ég ætla þá að fá að slíta fundi bæjarstjórnar klukkan 17:40.